Jæja, hvernig svona bara er líðanin eftir þennan magnþrungna leik? Þetta er þetta bara ótrúlega sárt, en ég er þetta bara ótrúlega stolt af liðinu. Við gáum allt í þetta, við börðumst allan tíman og þetta er þetta bara ótrúlega súrt, en við allan bara gáum okkur allt í þetta. Þannig við getum alveg stolt af því. Þið voru 7 mörkum undir í hálfleik og svona kannski ekki margir sem hafði bara hreinlega trúað því að þetta myndi vera hægt að snúa þessu en það tókst á ótrúlegan hátt. Við bara tókum eina vörn í einu, eina sókn í einu og við vissum bara allan tímann að við ætlum að berjast. Þetta var ekki búið fyrir þetta búið, en við hefum þetta viljað vinna þetta í lokin, en jafntefli við Ungverjaland er þetta bara helviti vel gert. Og eftir allt og mótlæti líka sem þið lendið í, þið missið bæði Tinnu og Elísu út í leiknum? Já, það eru þetta ótrúlega mikilvægi leikmenn, en þetta stigur bara aðrir upp sem var ótrúlega vel gert og við erum þetta bara með ótrúlega góða liðsheild og allir hrikalega góður í sínum stað, þannig að komum bara nýjir inn og stóðu sér hrikalega vel. Þannig að nú er bara framöndan cross-spiliði 5-8 og já, ég meina, markið hlýtur bara að vera sett á 5. setið. Jú, alveg 100%, þannig að það er bara næsta leikur. Það er það besta sem er í boði hérna af. Já, þannig að 5. sætið við verðum sáttum með það. Já, og ég meina þetta er bara frábær frammistaða sem að þið verður nú kannski ennþá stoltar af þegar aðeins líður frá. Já, takk. Það er bara næsta leikur. Takk fyrir. Takk.